Komið þið sæl og blessuð. Ég ætla að fara aðeins yfir hvernig við snúum okkur á chess.com. Nokkra leiðbeiningar fyrir ykkur. Ég ætla að fara yfir hvernig við búum til áskrift á chess.com, hvernig við skrám okkur í hópa eða klúbba og hvernig við tökum síðan þátt í skákmótum, sem eitthvað sem við komum til með að gera saman. Ef við byrjum aðeins á því hvernig maður býr til aðgang á chess.com, sem ég reikna með að flestir séu nú þegar búnar að gera. Það er samt eldsnögt að fara yfir þetta. Þegar við komum á chess.com þá lítur þetta svona út og hérna vinstra megin þá getið þið séð það sem heitir login eða sign up. Ef þið eru ekki með aðgang þá farið þið í sign up og þar getið þið síðan valið ykkur notandanafn, sett netfang annarkvort hjá ykkur eða foreldrum ykkar, lykilorð og síðan hversu sterk þið eru. Þannig ef ég tek bara sem dæmi, ef ég ætla að búa mig til notandanafnið Björn Ívar, sem myndi ég setja inn, þetta er þetta til en ég geti valið eitthvað annað, setja inn hérna netfangið og svo lykilorðið sem ég reyna að muna og svo myndi ég setja inn hversu sterkur ég er í skák. Ef ég er byrjandi þá myndi ég setja beginner og að því að ég er nú búin að vera þess að lengi í skák þá myndi ég setja expert og svo bara create your free account. Þar sem ég er nú þegar með aðgang á chess.com þá ætla ég bara að slá hann inn hérna í login og það er það sem þið myndi sem gera þegar þið verður búin að búa til eitthvað aðgang. Fara í login og þá er ég búin að skrá mig inn á chess.com. Þetta er nú ekki flókið og aðgangurinn er ókeypis. Ef þið viljið fá einhvern svona ítalegri aðgang á chess.com þá er hægt að borga fyrir það en það er alveg nóg að vera með fría aðganginn. Næst skulum við fara í hvernig við skráum okkur í hópa og þá fer ég hérna vinstra megin í það sem heitir connect og síðan velja clubs. Og þegar ég er búin að velja það þá sé ég þá klúbba sem ég nú þegar skráður í. Ég er í fullt af klúbbum, alls konar klúbbar sem ég held utanum. Ef ég ætla að leita klúbb þá geti ég farið hérna í það sem stendur country og valið bara Æsland og síðan leitað og þá finn ég alla klúbbarna sem eru á Íslandi og þið sjáu þeir eru mjög margir. Hérna eru klúbbar Skákdeild Breiðabliks, Stafélag Vestmannaeyja. Þið getur bara skráð ykkur í þann klúbb sem að þið teljið ykkur tilheyra og það sem við ætlum að gera er að skrá okkur í klúbbinn Stafélag Reykjavíkur. Þannig ef að þið smellið hérna á Stafélag Reykjavíkur þá ætti að koma hjá ykkur, ef þið hafi ekki skráð ykkur nú þegar, það ætti að koma svona appisnu gulur gluggi sem stendur join group eða eitthvað líka. Ég er nú þegar í þessum klúbbi að því ég stofnaði og það eru 10 meðlimir þegar þetta er tekið upp, komnir í klúbbin, vonandi verða fleiri fljótlega. Þannig að ítið endilega á join club ef þið er ekki nú þegar búin að gera og þá komið þið í klúbbin Stafélag Reykjavíkur. Svo þegar við ætlum að taka þátt í mótum þá þurfum við að fara hérna vinstra megin í play og síðan í live chess. Og þá opnast gluggið sem lítur svona út, bara tablaborðið og hérna hægra megin þar get ég valið tournaments. Þetta er bara eldstötta sýningu hvernig ég myndi að hafa ykkur ef þið ætlaði að fara að tefla bara einhvern garniskákir. Það get ég farið til dæmis hérna í open challenges og valið ykkur einhver anstæðingur til að tefla við, skorað á einhvern. Ef þið viljið leita einhvern til að tefla við þá veljið tímamörkin hérna uppi sem ykkur hentar og ítið á play og það finnur tölvan sjálfkrafa fyrir ykkur einhvern til að tefla við. En það sem við ætlum að gera er að fara í tournaments af því þar ætlum við að halda mótin okkar og þar eru mjög mörg mót í gangi þessa dagana á Íslandi. Við erum með svona sérstakt átak í skákmótahaldi á chess.com. Hér sjáum við mótin sem ég hef aðgang að og hér er mót, þriðjudagsmót TR, það er í gangi núna eftir 10 klukkutíma, virðist vera. Það er væntanlega klukkan 7:30 í kvöld, þetta tekið upp klukkan rétt fyrir 10 mótni. Og hér er hraðskák arína, þetta er örugglega á miðvikudaginn og hér er mótið okkar sem er mótaröð framhaldshóps TR, það er líka á miðvikudaginn á morgun. Og ef að þið smellið á það þá sjáum við opnast mótið, það er engin keppni gráður í mótinu þegar en það er ekki hægt að skrá sig strax. Það er hægt að skrá sig áður en að mótið byrjar og þá á að koma einmitt eitthvað svona appisnugulu gluggi hérna niðri það sem stendur join eða join tournament eða eitthvað svolítið. Þið ítið á það og þá eru komin í mótið. Svo bara byrja skákirnar sjálfkrafa. Þannig að þetta er mjög einfalt. Það er ekki hægt að skrá sig í mótið strax. Það er hægt að gera það áður en að byrjar. Ég veit ekki alveg hvað er löngum tíma á undan, kannski
einhverjum klukkutímum eða eitthvað líka, einhverjum mínútum, ég bara þekki það ekki alveg. En allavega ef þið eru komin inn þarna til dæmis 5:00 á miðvikudegi á morgun og smellið á join, þá eru bara tilbúin í mótið og þá byrjum við að tefla. Þá held ég að þetta sé bara komið hjá okkur í bili. Ég ætla ekki að kenna ykkur meira á chess.com, þetta er eina sem ég þurfið að vita enn sem komið er. Þangað til næst, takk fyrir og gangi ykkur vel.